Með sæl og innilega velkomin til guðsþjónustu hér í Lindakirkju. Það var kór Lindakirkju sem tók svona hressilega á móti okkur ásamt Óskari Einars, Jesús hér, ég send mig. Ég veit að þetta náttúrulega fjölmennu kór og öflugur, en þið eru líka fjölmenn og líka öflug og mér langar til að gera smá tilraun. Er það hægt að framkvæma að þið syngið hærra en þau? Reynið bara. Ja, þú veist, það heyrist í ykkur í gegnum. Ef að prófa. Syngjum bara kórinn, það segja Jesús hér, ég send mig, og þá verður þið að taka vel undir svo að kirkjan bara ómið öll. Já. Nú það okkar að klappa fyrir ykkur. Það nefnilega málið, sko, ég myndi helst að klappa fyrir kór Lindakirkju alltaf þau reka upp tón, sko, en það eitt sem náttúrulega bara dásalegt í messu og það að sýna þakklæti sitt og stundum getur maður það bara með lófunum að klappa, en það verður hins vegar bara, sko, það spurning með að þegar við syngjum almennan söng, þá tökum við þátt og þá náttúrulega þurfum við ekki endilega að klappa, en hins vegar þegar við fáum atriði eins og það verður söngatriði hér og eftir, þá bara frábært að klappa. Þannig að, ég veit ekki hvort ég á þora að segja þetta, sko. Af því að við erum svo vön að klappa, þetta er svo frábært kór, að ef við byrjum á röngum stað að klappa og segjum bara app, 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 þá stoppum við, ef að prófa það. Ha? Á ég að spila? Nei, ekki, ef það gerist, sko. En næst komið nefnilega hefðbundnu messulið sem almenn upphafsbæn. Og við ætlum að syngja hana þessu sinni og þá gerum við öll saman, sem þýðir ekki klappa. En þá skulum við signa okkur fyrst og svo skulum við biðja saman í söng. Þá segjum við í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Ég komin í Guðs hús. Þá byrjum við saman miskunnarbæn. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Og þá rísum við á fætur sem hefum hægt með. Dýrð sé Guði í upphæðum
og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman dýrðarsönginn. Og ég fékk hann Gísla Friðriksson og Rögnu Björg Ásalsdóttur til að lesa fyrir okkur ritningarlestrarna, lexíuna og pistilinn. Það Gísli sem byrjar. Þessi. Einhverju sinni færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar. Abel færði einnig fórn af frumburðum hjarðar sinnar og feiti þeirra. Drottinn gaf gaum að Abel og fórn hans, en leit ekki við Kain og fórn hans. Þá reiddist Kain mjög og var þungur á brún. Drottinn sagði við Kain: Hví reiðist þú og þungur á brún? Ekki svo að þú geti verið upplitsdjarfur ef þú gerir rétt, en gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig, en þú getur sigrast á henni. Þá sagði Kain við Abel bróður sinn: Göngum út á akurinn. Og þeir voru á akrinum, réðist Kain á Abel bróður sinn og drap hann. Þá sagði drottinn við Kain: Hvar Abel bróðir þinn? Kain svaraði: Það veit ég ekki, á ég að gæta bróður míns? Drottinn sagði: Hvað hefurðu gert? Blóð Abels bróður þíns hrópar til mín af jörðinni. Þessna skaltu vera bölvaður og burtrekinn af jörðinni sem opnað hefur munn sinn og tekið á móti blóði bróður þíns þú útheldir. Þegar þú yrkir jörðina skal hún ekki framar gefa þér uppskeru sína. Landflótta og flakkandi skaltu vera á jörðinni. Kain sagði við drottinn: Sekt mín meiri en svo að ég fái borið hana. Nú hefur þú rekið mig burt af landinu. Ég verð að fela mig fyrir augliti þínu, landflótta og flakkandi jörðina. Þá getur hver sem finnur mig drepi mig. En drottinn sagði við Kain: Svo skal ekki verða. Hver sem drepur Kain skal sæta 7-faldri hefnd. Og drottinn setti merki á Kain til þess að enginn sem rækist á hann drepa hann. Og Kain gekk burt frá augliti drottins, og þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn frá Guði kominn, og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar, að Guð hefur sendt engason sinn í heiminn til þess að hann skyldi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að verða friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Þannig hljóðar heilað orð. Þá skulum við syngja saman ævafort gospel, íslensk gospel, sem að við þekkjum öll, Heyr himna smiður.
heyra heilagt guðspjall. Gjörðu svo vel, rísa á fætur. Lögvitringur nokkur sté fram, vildi freista Jesú og mælti: Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði: Elska skaltu Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: Þú svaraði rétt, gerð þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú: Hver er þá náungi minn? Þá svaraði Jesús svo: Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jeríkó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðan, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn sveigði framhjá. Eins kom og Levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur var þar á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjóstum hann, gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér annt hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér annt hann og það sem þú kostar meira til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjum? Lögvitringurinn mælti: Sá sem miskunnarverki gerði á honum. Jesús sagði þá við hann: Far þú og gerið sama. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, uppreisn mannsins og eilíft líf. Amen. Nú ætlar hún Katrín Valdís að flytja okkur það sem við þekkjum sem Bridge over Troubled Water sem Ómar Ragnarsson gerði fallegan texta við á íslensku, Brú yfir Boðaföllin, og Kór Lindakirkju tekur undir.
miskunnsamur samverji. Þetta svona hugtak sem við notum fyrir fólk sem aðstoða náungan og ætlast ekki til eins í staðinn. Og ég man svo vel eftir því, það hefur verið ábyggilega svona 91, ég miðað við það að þá byggum við hjónin á Bárugötunni, það vorum nýgift og ég að læra guðfræði og alveg skítblankur og ég hafði fengið greitt fyrir fermingarfræðslu í seðlum og stakk því í veskið mitt og svo fórum við í Laugarásbíó með vinum og þegar við komum úr bíónu þá átti ég með að ég búin að týna veskinu og þetta var alveg svona 60.000, þetta var svakalegu peningur, þá alveg bara góður peningur ennþá sko og ég var gjörsamlega miður mín. Bara þessi peningur átti að notast í eitthvað gott, ég man ekki hvað. Nema hvað morgunin eftir, þá vaknaði ég við síman og þetta var svona sími með svona heimasími. Þetta var ekki svona gemsi eins og við þekkjum sko. Þá var maður ennþá með heimasíma. Og þá var það lögreglan og segir, það veskið þetta hérna á stöð hjá okkur og þannig að það fannst og þú mátt koma að sækja það og það í því talsverðir peningar og ég kem og sækja veskinu á Hverfisgötu og spjalla við lögreglumann og það kemur fram, ég að læra guðfræði og eitthvað og þetta kemur svona heldur betur vel að allir peningarnir voru í veskinu og ég segi, ég vil nú endilega fá að vita hver það var sem skilaði veskinu, ég vil greiða fundarlaun og hann segi, nei, ég vil ekki bara segja þetta hafi verið miskunnsamur samherjinn, hann vildi ekki fá neitt borga fyrir þetta, hann vill ekki láta nafnsins getið og þetta svona, þarna tengjum við akkurat, einhver sem að gefur af sjálfum sér og ætlast ekki til neins í staðinn. Við höfum öll heyrt þessa dæmisögu Jesú miskunnsama samverjan, en það skiptir gríðarlega miklu máli að við áttum okkur á samhenginu sem hann segir söguna. Og vel að merkja að þetta dæmisaga og dæmisögur Jesú með þeim hætti að þegar við heyrum þær, þá skiljum við þær, já það einhver góður og við eigum að vera góð. Við getum dregið þann lærdóm á sögunni. Og svo stundum einhver dýpri meining á bakvið vegna þess að þegar Jesús sagði dæmisögur, hann gerði það til þess, eins og hann orðaði sjálfur, að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Það að segja, við getum tekið dæmisöguna til okkar eins og trú okkar gefur færi á eða bara þar sem við stöndum. Við getum skilið hans að venjulega sögu, svo getum við farið á dýptina og skoða hvað virkilega merkir hún. Og hann mætir hann lögvitringi og það var ekki svona eins og dæmigerður lögfræðingur sem að sinna skilnaðarmálum eða eitthvað svona eins og við þekkjum í dag eða gera lögtak í húsum. Nei, þetta var lögvitringur, hann var sem sagt að stúdera lögmálið eins og það birtist í Gamla testamentinu og var vel inni í því. Og hann vildi freista Jesú. Og í hverju var freistingin fólgin? Jú, Jesús hafði sagt það í lögninni að hann væri sonur Guðs og hann vildi freista hans með því að láta hann segja það. Og hann segir við Jesú, meistari, hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og freistingin var þessi, að Jesús myndi bara segja, fylgi mér, einfalt mál. En hann segir það ekki. Heldur snýr hann upp á lögvitringinn og beinir, setur spegil á hann og segir, já, hvað segir lögmálið? Elska Guð af allri sálu og öllu mætti og náungan eins og sjálfan sig. Já, gerðu það. Þá ertu í góðum málum. Þetta var ekki alveg nógu gott. Þannig að hann vildi reyna hann aftur og segir, en hver þá náungi minn? Og þá segir Jesús þessa dæmisögu þennan ólánsmann sem að gekk milli Jerúsalem og Jerikó, sem var bara stór hættuleg leið, allir vissu það. Þetta var bara eins og, ég myndi segja, það var maður á gangi niður í miðbæ Reykjavíkur 3 að nóttu og eitthvað svona aleinn og við myndum hafa áhyggjur af þeim manni eða konu. Og enda var þessi leið var oft kölluð bara hreinlega blóðslóð vegna þess að fólk lenti oft í svona
tjóni eins og að vera rænt eða það en að verra á þessari leið. Og það gerist. Ræningjar ræna þennan mann og svo koma prestar og svo kemur Leviti, prestur og Leviti. Og það einhverju sem maður býst við einhverju góðu af, ekki satt. Prestar eru svona gott fólk og vilja vel og líklegir til að hjálpa. Og Leviti, vissum það ekki, þá var svona til að gera einfalt, þetta var Guðs fólk, eða Guðs menn sem að sáu svona héldu utan helgihaldið í musterinu í Jerúsalem. Þannig að það var góðs að vænta, en þeir bara svona nánast stikuðu yfir mannin og gengu áfram. Svo kemur samverji. Og það sem vandinn við þetta orð í íslensku að manni finnst þess og samverjis að það sé eitthvað sem að ofboðslega lætur sér and fólk. En málið að samverjar, þeir voru frá svæði, skammt frá sig, hét Samaría. Það svona, víða þetta svona meira Samarítin og hefur ekki þessa tilvísun að svona vera, þetta svo einhvern veginn svo umfamandi orð að vera samverji. Og það var nánast eins og að blóta í eyru lögveitrisins. Kemur ekki einhver guð frá Samaríu og meira segja í kaflanum á undan, þá kemur alveg bellaði ljós að lærisveina Jesú, þeir skrifuðu samverja ekki hátt. En málið þetta, samverjar og gyðingar, þeir voru bara á sama máli. Þetta voru frændur og frængur og eina sem að greindi á, eða stóra máli, var bara hver væri helgasti staðurinn á svæðinu. Og í áranna rás hafði það orðið þannig að þeir hötuðust, þetta fólk hataðist. Og þetta var bara versta pakk sem að Jesús gat nefnt við þennan lögveitring, það var samverji, að hann kemur til hjálpar. Það var bara, en samverjinn kemur á asnanum sínum, hann stígur af asnanum sínum og hann lætur sér and manninn slasaða. Hann hellir víni í sárið, það til þess að sóttrensa, og svo við smjöri. Ég skil ekki alveg þessa þýðingu nema mér veist orðið fallegt á íslensku, þetta bara á grísku þetta bara olía. Hann hellti olíu í sárið, en við smjör, það ekki eitthvað sem hægt að kaupa út í búð og smyrja á brauð, þetta olía. Hann hellir víni og olíu í sárið til að mýkja það. Svo setur hann á staðinn sem að honum ber, upp á sinn eigin eik, upp á asnan sinn og fer með hann á góðan stað, öruggan stað og sér til þess að það sé annars hann. Hver ég í sögunni? Getum við spurt okkur. Erum við ræningjarnir sem hugsuðu þitt mitt? Eða erum við eins og presturinn og levitinn sem að hugsa mitt mitt. Ég ætla ekki að gera neitt meira. Ég held mér bara, ég góður. Sleppi ég bara að hjálpa. Eða eins og samverjinn. Mitt þitt. Það munurinn á þessum. Ég held að við getum, ég spegla mig ekki í ræningunum. Ég myndi aldrei fara að ráðast á fólk út á götu og hirða því veskið þess. Við getum alveg afskrifað það. Ég vona að þið geti alveg fallið í þann hóp með mér. En sannarlega hefur okkur oft liðið eins og manninu sem lá særður út í vegarkantinum og verið í rusli yfir einhverju. Tilfinningarlega eða líkamlega eða hvernig sem vegna sorgar eða annarra áfalla í lífinu. Og þrá það að fá stuðning, fá hjálp. Og þá kemur samverjinn. En munum það, Jesús bregður þessari sögu upp sem spegli og í raun og veru fjallar hún auðvitað samhjálp, fjallar hún það að vera að elska náungan eins og sjálfan sig, eins og lögmálið bauð, en
Þetta stærra en það. Eins og Ragnar lasum, hver sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því Guð kærleikur. Og við sjáum svo ótal mörg dæmi þess í nútímanum, bara frá því sem að gerðist í þessari viku með þessa aftöku í beinni útsendingu í Bandaríkjunum, að það var fólk sem að fagnaði. Ég meina, hvaða skoðun sem þú hefur? Þetta ilska. Það ekki hægt að líta á öðruvísi. Jesús beinir speglunum að því, þessu sem okkur hættir svo mikið til að gera, þegar við finnum fyrir því að einhverjur á andstæðri skoðun eða tilheyrir einhverjum hópi sem við fyrirlítum, að við afmennskum fólk. Það er það sem að Jesús bregður speglunum að. Við þennan lögvitring, og hann að segja, þú ert ekki miskunnsami samverðinn. Og ég segi fyrir mig, ég ekki miskunnsami samverðinn, svo oft hef ég verið eins og kollegi minn og Levitinn og svona látið hjá líða að rétt út hjálparhönd því ég hefði getað, sem betur fyrir mig lánast líka að gera það, en ég finn mig alveg í þessum sporum og ég býstu að við finnum okkur öll og höfum öll fundið okkur einhvern tíma þarna. En hver þá miskunnsami samverðinn? Það Jesús sjálfur. Það hann. Og þá komum við þessari dýpri merkingu, hann stígur sjálfur niður af asnanum sínum. Tekur slasaða manninn, setur hann á staðinn sem hann í raun og veru á, það að segja upp á eigin eik. Og ber hann þangað sem að hægt að hjálpa honum. Og ég held að hlutverki sem við höfum, fyrst og fremst, kannski nálægt því að vera gistihúsaeigandinn. Jesús felur okkur hvert annað og sjáðu hvað hann setti í sárið. Það var vín og vínið táknin fyrir Jesús sjálfan, fyrir blóð hans. Olían táknin fyrir heilagan anda og svo kemur hann og segir við gistihúsaeigandann, sjáðu þennan mann þangað til ég kem aftur. Og hvað vorum við að gera rétt á hann í trúefningunni? Þá vorum við að játa það að við trúum því að Jesús kemur aftur við enda tímana. Þannig að Jesús þessi miskunnsami samverði. Og þannig orðar Valdimar Briem þetta og hann nákvæmlega tekur þennan punkt þar sem hann segir Jesú sem miskunnsama samverðan. Sá eini hvergi framhjá fer, frelsarinn úr blíði. Hvert mein hann veit, hvert sár hann sér, svellur lífs í stríði. Hann sjálfur bindur sárin öll og særðum heimför greiðir, eymdum eyðir og loks í himnahöll til herbergis og sleiðir. Dýr sig Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Og nú ætlar hann Óskar að koma hérna og María Ólafsdóttir sem ný í kórnum og það vildi þannig til við Óskar vorum að spjalla saman og hann segir það eitt lag sem eftir hann Björn Eidsvåg sem mér veist að við ættum endilega að syngja, þannig að ég held að þessi til íslensku texti við það, segir Óskar við mig. Ég segi það vildi nú svo til að ég þýddi þennan texta 1993 held ég og það var svona úr að hann myndi fá Maríu til að syngja og ég notaði tækifæri til þess að gera bragarbót vonandi og þar nákvæmlega Jesús að tala til okkar og við skulum bara leyfa textanum að tala til okkar. Spor, en ég get ekki gengið veginn fyrir þig.
ganga með þér. Ég þekki þína sorg, en ég get ekki grátið þínum tárum. Tárin þín eru þín, en ég vil gráta með þér. Ég vil gráta með þér. Þú vilt gefast upp, en ég get ekki lifað þínu lífi. Þitt líf er þitt líf, en ég vil lifa með þér. Ég vil lifa með þér. Ég þekki óttann þinn, að geta ekki flúið sjálfan dauða. En ég dó fyrir þig, og dauði minn er sigur þig. Ég mun vera hjá þér. Þú munt lifa með mér. Nú er komið að almenni kirkjubæn og eins og þið þekkið sem að hafi sótt Lindakirkju, og ég ætla að skýra það út fyrir ykkur sömuleiðis að öllum, jafnvel þér sem að koma í fyrsta skipti. Við erum vön að ef það eru bænarefni sem hvíla á okkur, þá er gott að kveikja ljós fyrir því bænarefni. Nú eða skrifa það á miða, og ég vil segja að það er öllum opið að koma hér á 50-dagsmótnum klukkan 9. Þá komum við saman og byggjum fyrir bænarefnunum. Og oft fáum okkur svona smá hressingu á eftir og gott samfélag, þannig að ég mæli með því. Nú, við getum beðið í sætunum okkar og við skulum umfram allt nota þessa stund til þess að vera bara frammi fyrir Guði, leggja líf okkar fram fyrir hann og það sem á okkur hvílir og leyfa Guð að mæta okkur í bæninni. Svo lýkur stundin á því að ég bið fáum orðum og svo ljúkum við stundinu með því að biðja saman bæn Drottins Faðir vor. Syngjum saman. Frelsari
Við þökkum þér, Jesús, að við getum falið þér alla hluti. Þú þekkir bænirnar sem hafa stigið upp til þín hér á þessari stundu. Við biðjum að blessa þær allar. Þú þekkir hjört okkar allra. Þú þekkir hvað innra með okkur býr og elskar okkur eins og við erum. Mætir okkur eins og við erum. Felur þér sérstaklega bænarefni sem var sérstaklega beðið að biðja fyrir hér í kvöld. Felur þér mann sem fór í hjartaþreiningu og allt gengur vel og við þökkum þér fyrir það og við biðjum að blessa hann og hans fjölskyldu áfram og gefa honum góðan batar. Við felum þér einnig mann sem fyrir magaspeglun á morgun og biðjum að blessa hann. Við felum þér í rauninni þau öll verkefni sem framundan eru í þessari viku sem við bæði hvílum fyrir og gleðjumst yfir, að þú gefir þína blessun. Við felum þér þau sem eigum sárt að binda og syrgja. Við felum þér þau sem líður illa á einhvern hátt og viltu gefa okkur hugrekki til þess að koma til hjálpar og vera til staðar. Við felum þér alla bænirnar okkar í bæninni sem þú kenndir og biðjum saman einum rámi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í frystni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég vil endilega biðja ykkur að taka safnaðarblaðið okkar með ykkur þegar þið gangi hérna út í kvöld. María mun vera hérna frammi og rétta ykkur það og það nóg til. Ég vil sérstaklega vekja athygli á alfa-námskeiði sem að í rauninni má segja hefja göngu sína á næsta miðvikudag. Og fyrir þau sem ekki viti hvað alfa-námskeið þá hefur það ekkert með alfa-karlmennsku að gera. Þetta svona alfa í rauninni fyrsti stafurinn í gríska stafrófinu, þannig að þetta eiginlega grunnkristindómur sem verið að kenna þarna. Þetta gott og ég mæli eindregið með þessum námskeiðum og það gott samfélag, það matur og mjög fjörugar umræður eftir kennslustundirnar sem eru. Ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur alfa-námskeiðið og koma á það. Það fjallað það hérna á síðu 3 efst. En þá ætla ég að leggja frá mig blaðið, að ég ekki færi að blessa ykkur með blaðið í höndum. Nú skulum við rísa á fætur og þykja blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við bara, ef við treystum okkur til, standa áfram og syngja það sem við köllum samhljóminn. Það veit svo vel til að þú átt líka þann texta. Já, það nú óþarf að vera nefnast það. Okay. Skammast þið nokkuð? Nei. Og Katrín og Margrét ætla að syngja einsöng.
loksins það mál, hér ég. Já, Guð, hér ég. Náð þín mér, eins og dísætun án sólar sín. Hún sálar sinfónían mín. Mér finnst samhljóm lífsins vegna þín. Áður en ég trúði á þig, þá bandi þess þú myndir koma og frelsa mig. Hér ég, og Guð, hér ég. Hver dagur var sem déjà vu, ég beið og loksins komst þú. Hér ég, og Guð, hér ég. Náð þín mér, eins og dísætun án sólar sín. Hún sálar sinfónían mín. Ég finn samhljóm lífsins vegna þín. Mig Drottinn allt þú veist, kærleik þínum get ég treyst, því að elska þín mig ótal sinnum hefur endurreist. Mig Drottinn allt þú veist, kærleik þínum get ég treyst, því að elska þín mig ótal sinnum hefur endurreist. Mig Drottinn allt þú veist, kærleik þínum get ég treyst, því að elska þín mig ótal sinnum hefur endurreist. Mig Drottinn allt þú veist, kærleik þínum get ég treyst, því að elska þín mig ótal sinnum hefur endurreist. Náð þín mér, eins og dísætun án sólar sín. Hún sálar sinfónían mín. Mér finnst samhljóm lífsins. Náð þín mér, eins og dísætun án sólar sín. Hún sálar sinfónían mín. Mér finnst samhljóm lífsins vegna þín. Mér finnst samhljóm lífsins vegna þín. Mér finnst samhljóm lífsins vegna Förum í friði, þarna koma. Förum í friði, þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það.